Hérna höfum við sem sagt þá kennsluáætlun sem að við, já ég er með hann að opna annars staðar, þannig til að opna þetta eintak hérna megin líka. Svona. Já, ég ætla að fara bara hérna í í lagi svona, jú. Hérna sjáum við hvernig kennsluáætlun lítur út og þú varst ekki komin hérna í morgun, eða nei. Ertu þá í fyrri hópnum klukkan 8 í verklegu? Ok. Við fórum bara aðeins, tókum ekki verklega æfingu þá í morgun og þannig að þú hefur ekki mistað neinu þannig. En þetta er breyting sem sagt að þetta var áður lokaprófsáfangi og núna er þetta símatsáfangi, þannig að við erum með í lokin svokallaðan lokamattsþátt sem er prófs sem er gildir 35%, þannig að vetrarvinnan gildir 65% og hún skiptist í 90% af annan einkunn eru þessi 3 próf sem tekin er önninni og síðan eru 5% af annan einkunn, það er ferilmappa sem er skilað í lokin, það eru skýrslur og ítarefni og þá setja þess allar unnar skýrslur þar inn og upplýsingar rafala, mótora og raftengingar og það er inn í eitt skjal. Hver og einn nemandi sem sagt setur þar inn, ekki hópurinn, en auðvitað megið vinna það saman, en hópurinn sem sagt vinnur verkefnið saman samt sem áður og getur skilað inn fyrir hvert próf. Þannig að ég geti farið yfir það og aðtúr hvort það er í lagi með skýrsluna, en til þess að skila í lokin þessari ferilmöppu þá er hver og einstaklingur sem að þarf að hafa aðgang að sínu eintaki af skýrslunni til þess að geta skilað inn. Það er ekki hægt að skila fyrir allan hópinn ferilmöppunni, skiljiði. Er þetta þá bara skýrsluna sem við gerum og veitarinn eða bara skýrsluna sem við gerum? Já, ef að þið skilir bara skýrslunum þá vantar eitthvað aðeins upp á það, þannig að þið fáið alveg fulla einkunn fyrir því að skiljiðu. Þannig að í ferilmöppuna þá er bara sem sagt þá gilda, ég man ekki hvort það er 70 eða 80% skýrsluna sem að skýrslunar gilda af ferilmöppunni. Það er einhver ákveðin mikill meiri hluti af ferilmöppunni sem að skýrslunar gilda. Þannig að það sjáum við ef við förum í innuna og skoðum hvernig það er sett upp. Það er hérna, ferilmappa er hér og ef þetta opnast þá ætti ég geta skoða verkefnið og það er væntanlega það fram þar. Hér er hérna lýst upp hvernig vægið af ferilmappunni er og verkefnin það gilda sem sagt 80%, þannig að aðeins mismunandi, það er sem sagt 18 VFS og 18 RK, þetta eru teikningar, lestur, gilda sem sagt 5% hvort verkefni en 7% eru þessi mælingaverkefni að öðru leyti. Eins og hérna, setni hópurinn í dag byrjaði á 18A, það verkefni gildi líka 7%. Og allir þessi mælingaverkefni eins og 19B getur líka 7%. Þannig að safna þessu saman, hver og einn einstaklingur safni saman inn í þessa ferilmöppu. Þannig að þetta er líka það að fara í gegnum alla skýrslurnar fyrir próf. Það skiptir máli að þið hafið hvert og eitt ykkar
allt efnið, þannig geti lært fyrir prófið. Og ítarefni sem gildi 20%, þar sem sagt umfjöllun rafala, þeir eru henni sett bara alveg upp og áfangin settur upp. Umfjöllun rafala gildi 5%, umfjöllun mótor gildi 5% og umfjöllun rafkerfi, sem sagt, kerfismynd 5%, ef þið hafið aðgang að einhverju teikningu úr einhverju skipi, eitthvað slíkt, fá bara einhverjar upplýsingar og umfjöllun tæknibúnað gæti verið autogenner eða autotroll eða typur of troll eða eitthvað, það gæti gilt á 5%. En sem sagt, þetta er ítarefni sem þið geti þó hugsanlega bætt við til þess að fá alveg fulla einkunn fyrir þetta. Þannig er ferilmappan. Þannig að það er allt efni áfans. Og þetta var ég var ekki búinn að fara svona í sambandi við ferilmöppuna áður í dag, þannig að þú geta hafa þetta allt á upptökunni sem ég með núna í gangi. Og ég vistaði þetta bæði á YouTube og líka á kennsluvefnum, þannig að hérna þá hafið aðgang á því ef þið þurfið ef þið missið af tíma til dæmis og ég tek upp eitthvað þegar við förum í nýtt efni og eins núna þá förum við aðeins rennum í mælingaverkefni sem við erum að byrja á og hérna sem sagt þá allt hvað gerist ef þið eru veik, þá skilið þið inn læknisvottorði á skrifstofuskólans og þá fáið þið rétt þess að taka upp eitthvað annað gott verkefni eða það er hægt, og líka varðandi prófin, þannig aðeinslega varðandi prófin sem sagt, ef þið ef þið vitið fyrir fram að þið getið ekki mætt í einhver próf, og þá er að gera að láta vita það sko. Já, það kemur fram hérna önnur forföll sem hindra vinnslu matsþátta. Það þarf að tilkynna það fyrir fram og þá þarf ég að vita það, þannig ég geti gert ráð fyrir því og þá finnum við út úr því hvort þið geti tekið á prófi seinna eða eitthvað slíkt. Þá að ég segi bara nei, þið megið ekki fara, þið verðið að taka þetta próf núna ef ég met að ástæðan fyrir því að komist ekki sé ekki nógu gild sko. Ég verð að geta metið það. En síðan sem sagt hérna smá varnagli sem bara búið að samræma yfir sem sagt skólan eiginlega, þegar þetta kom í leiðbeiningum, að ef að nemandi skilar ekki verkefni, þetta gildir þá í þessum áfanga bara aðalegum heimadæmi, skiljiði. Ef við skilum ekki heimadæmi á réttum tíma, þá dregst heill frá einkunn ef skilað er innan viku frá skilafresti. Og síðan kemur hérna sem sagt, þegar að fyrsti skilafresturinn er liðinn, þá fer ég yfir það og opna síðan aftur fyrir, þannig að þið hafið möguleika á því að skila, en þá bara dregst einn frá og 2 heilir dragast frá ef skilað er innan 2 vikna frá skilafresti, og síðan eftir 2 vikur að þá lokast fyrir skil á verkefnum. Þannig að þetta er svona til þess að hjálpa ykkur við að hvetja ykkur til að skila verkefnum. Þá er þetta í þessu tilfelli heimadæmin, skila þeim reglulega, og þá auðvitað þarf ég að reyna að skila ykkur tilbaka þá einhvernum fyrir verkefni sem að þið skilið inn. Nú, nemendur þurfa að ljúka lykilmatsþáttum með lágmarkseinkunn 4. Það er þessi 2 lykilmatsþættir, það er próf 2 og síðan lokamatsþátturinn. Og lágmarkseinkunnina 4 þarf til að standast áfangan, og nái nemandi ekki lágmarkseinkunninni
þá verður boðið upp á eina endurtöku á matsþætti í samráði við mig. En lágmarkseinkunn áfangans er sem sagt 5. Ok, þannig að þetta er allt klárt. Og síðan sem sagt erum við núna í þessari viku og í rauninni þá eru hér dæmi, vika 2 núna, er það ekki? Er ekki vika 2 í gangi núna? Já. Og eða hvað? Er komin vika 3? Já, það er vika 2 í gangi núna, þannig að við erum ennþá inn á réttri viku hérna. Bara ég ætla að tjekka á því hvort ég hafi útbúið kennsluáætlunina rétt, þannig að þetta er allt eðlilegt hérna. Hérna förum við í svona smá upprifjun á spanið sem við tókum fyrir í rafmagnsæði 253 með riðspennuna og sínusbylgjuna. Þetta er og hámarksgildi og augnablikksgildi. Ég er með glærur sem ég aðeins fer í, en ég ætla samt kannski rétt að renna í gegnum 18a verkefni líka, það sem við erum byrjuð á í samfærsluninni, sem sagt annar hópurinn. Vegna áreksturs við 564 þá þurfum við að taka þetta sem fyrst, þess vegna byrjuðum við á því í dag með hluta á hópnum, sem sagt með verklega hópin sem er eftir hádegi. En þetta eru dæmin sem er gert ráð fyrir því að þið séu að þá vinna í þessari viku. Og sjáum hérna er svolítið þangað til að fyrsta heimadæmið kemur. Það er hérna heimadæmi 1 er hérna í viku 6. Það er eftir að próf 1 úr rafalunum hefur farið fram. Þannig að í lok viku 6 að þá býstum við að setja skilafrestin á heimadæmi 1. Sko fram að því þá er heilmikið að gera í bara dæmunum í bókinni, þannig að ég er ekkert að setja heimadæmi 1 alveg strax á þetta, en hins vegar væntanlega getið skila því fyrr þegar ég er búin að setja inn skila hólfið fyrir það. Já, vinna eitthvað í þessum efstu dæmum, 54, já. 7 í þessari viku. Já, þessi dæmi er að gera að taka fyrir núna í þessari viku og þess vegna að byrja að skoða þið núna eftir. En þetta er í bókinni. Það er tölbókin sem við erum með, já. Ekki í riðströmsrásir. Nei, við þurfum ekki riðströmsrásarbókina í þessum áfanga, þó að ég vísi aðeins í hana því að við erum að teikna upp vektoramyndir og slíkt líka. En þá erum við náttúrulega með formúlblöð þar sem við erum með uppsetningu á vektorun, hvernig við hefum gangað frá þeim. Og þannig að við skulum byrja því aðeins að skoða verklegu æfinguna sem við erum að fara að byrja á. Já, þessi samfélagstafla, hún er tengt þannig saman að rafalarnir þeir fá samband hérna inn á UVF og töfaldaf sitt hvora megin. Við getum teiknað rafalarna hérna í rauninni. Við getum sagt R1, þetta er og R2 sem er allsjálfvirkur hérna, fara hérna inn á, og 0 tengist reynda líka þar, og hér tengist þetta hérna, og rétt að setja þetta hérna inn á þannig að þið hafið aðgang að þessu setna líka.
og ég ætla að teikna þá með öðrum lit það sem að er inn á mæla. Við tökum einn fasan í gegnum strömmæli hérna og sama við tökum hérna spennumælinn milli tveggja fasa hérna, þessi tengist hér og síðan út í 0 svona, og það er sama hérna megin. Við erum með spennuna hérna á milli sem að fer inn á spennumælinn og síðan yfir í tíðnimælinn og frá tíðnimælinum út í 0-ið svona. Og samfessunarbúnaðurinn, við skulum teikna þetta upp hérna, það er fasarnir koma fyrir dimmutenginguna, þá er að fasi á móti fasa, þannig að ljósin blikki öll í takt. Þá er þetta tengt svona. Þessi tengist saman hérna og við getum haft annan lit hérna á milli svo að það komi vel fram. Síðan kemur þessi hérna frá, kemur inn á tvöfaffi, kemur hér við, það gæti þess vegna komið hérna frá svona, og tek hérna þetta var vaffið og síðan kemur við hérna alveg hérna frá svona vaff og tvöfaffi. Þá er það nokkuð ljóst og við erum með dimmatengingu hérna á bakvið sjáum við hérna granna línu hérna gegn, þetta er tengt á bakvið, þannig að samfessunarsjáin hún sér hérna hvort að rafalinn er með rétt augnablik eða ekki. Hún er notuð til þess að sjá hvenær er rétt augnablik, en samfessunarljósin hérna, þessi ljós, þau sýna okkur hvort það er rétt fasaröð eða ekki þegar við tengjum dimmatengingu. Ok, sko, til þess að klára skýrsluna í sem sagt 18a, þá þurfum við að ganga frá þessari mynd með þessum hætti. Það er ekkert nauðsynlegt að tengja upp þetta hér endilega, sem sagt stýrarásina fyrir þennan hérna. Við höfum tengt hérna fram hjá þessum rofa út á álagið, því að það liggur kapall síðan út á álagsítöldin frá þessum sögurofa hérna. Þannig að þetta er myndin fyrir 18. Það má, já, sko, þið eigið þá allavega á upptökunni hvernig þið þurfa að ganga frá þessari mynd, og þannig að hérna ég ætla að renna yfir nokkur fleiri atriði varðandi sem sagt samfessunaræfinguna og síðan, þannig að bara rétt til að undirbúa okkur fyrir næstu tíma. Sjá, svona svona loka þessu og aðeins að
fara í þessa hérna höfum við sem sagt rafalasett sem alveg handstýrt. Hér höfum við spennugjafa sem knýr jafnströmsmótor og mótorinn snýr rafalanum hérna og við fáum segulmögnunarstraum frá rafalanum sem hérna lengst út á enda. Þetta segulmögnunar rafali, ástengdur. Þetta þurfum við alltaf að stilla til og stilla segulmögnunarstrauminn inn á pólhjólið hérna til þess að fá rétta spennu og stilla hraðan til að fá rétta tíðni. Við prófuðum semst rafala 1 og við eigum eftir að gera það og það talað hér að lesta rafalan og sjá hvað gerist. Það lækkaði tíðnin, við þurftum að auka við snúningshraðan, leiðrétta snúningshraðan til þess að fá aftur 50 rið. 50 riðin voru áður við settum álagið á, síðan lækkuðu þau niður í 47 rið og spennan lækkaði líka niður í 380 volt og þegar við vorum búin að laga tíðnina þá lagaði spennana hluta til því að framleidd spenna líka í tengslu við hraða aflvélarinnar sem að við snúum vélinni. Ef að snúningshraðinn lækkar þá náttúrulega lækkar líka spennan í ákveðnu hlutfalli, en ef við lögum sem sagt tíðnina þá lagast spennan að mestu leyti en ekki alveg. Það smá sem sagt sáturspyrna sem að hefur áhrif á pólhjólið og minnkar þar af leiðandi þau seguráhrif sem eru frá pólhjólinu. Og við höfum efni það hérna í bókinni og við skulum aðeins líta á það í RAV 300 bókinni. Það sem sagt í rafmagnsvæði 2. Það við með hérna og sjá að við séum nokkuð með Nei, ég ekki með bókina hérna, þannig að það að gera að opna hana hérna. Já, ég með hana opna annar staðar, þannig ég þarf að opna sem í tónli hérna. Það eitthvað hana að finna sem myndi það í spurningu 3. Já, við skulum skoða hérna aðeins kennsluáætlun að það kemur fram að við sleppum hérna spurningu 3. Sérðu? Sleppum spurningu 3. Já. Og við sleppum líka 8 og 9. Já, förum upp í 7. Tökum 1 og 2, tökum svo 4, 5, 6 og 7. Ok. En í kaflanum, kafla 18 riðstöðsrafala, að þá sáturspyrnu aðeins að kynna okkur það að það hefur áhrif á það hversu mikinn segulmögnunarstraum við þurfum til þess að halda uppi réttri spennu. Það ekki bara þessum með sáturvinningar, póldeling, það ekki bara hversu stuttar á milli hafningarna? Já, fjarlægðin á milli pólana sem sagt, það póldelingin. Já, og milli spóluhleiða í sátrinu. Það hafningra undanum, því þéttar vefur. Já. Það ekki þessi... Já, það líka svolítið eftir pólpara fjöldanum, sko, og pólafjöldanum. Já,
hérna höfum við þetta sátuspyrnuna að ef við erum með raunálag þá höfum við ákveðið segulsvið sem að myndast í kringum leiðarana í sátrinu sem að hefur áhrif inn á pólhjólið og það hefur þau áhrif að það dregur aðeins úr þeirri segulmögnun sem að við fáum frá pólhjólinu. Þannig að þess vegna þurfum við aðeins að auka segulmögnunarstrauminn til að halda spennunni réttri út af rafalanum. Þess vegna þurfum við að auka segulmögnunarstrauminn þegar við aukum álagsstrauminn frá rafalanum inn á hitöld og slíkt, raunálag. Raunálag, þar erum við með spennu og straum í fasa. Það sem við gerum í næstu viku og það sem við vorum að prófa áðan, það var að setja spanálag á rafalan, jafn mikinn straum. Við settum 15 ampera raunálag og þá þurftum við setja aðeins aukinn segulmögnunarstraum. Við vorum með 0,8 amper í staðin fyrir, ef það var álagslaus þá var 0,6 amper segulmögnunarstraumurinn. En þegar við settum jafn mikinn straum, 15 ampera álagstraum á rafalan með spanálagi, þá þurftum við að fara upp í 1,25 amper, meiri segulmögnunarstraum en það meiri, vegna þess að þá höfum við strauminn í álaginu á eftir spennunni, því að spanálagið það senkar straumnum. Við höfum setningu sem segir spóla senkar straum og við höfum að læra betur það. Við lærðum það í upphafi í 200 áfanganum, en að það vinnur í rauninni það segulsvið sem að myndast í sátrinu, það vinnur á móti segulsviði pólhjólsins. Þess vegna þurfum við að auka segulmögnunarstrauminn til að styrkja segulsvið pólhjólsins á móti. Er það bara í sterkjum? Nei, það er bara þegar að við erum með spólur, spanálag. Þá þurfum við ennþá meiri segulmögnunarstraum til að halda uppi réttri spennu. Hins vegar, ef við erum með rýmdarálag, ef við erum með þétta, þá myndum við þurfa að draga úr segulmögnunarstraumnum til þess að spennan verði rétt, því að þá hjálpar segulsviðið, þessi spanáhrif frá leiðurum í sátrinu, þau hjálpa til við segulmögnun pólhjólsins. Það er akkúrat öfugt að í rýmdarálagi þá er straumurinn á undan spennunni og þá þarf að draga úr segulmögnunarstrauminn. Þetta sést líka á myndum þegar í sambandi við samkeyrslu. Það er hérna mynd af þessu sem að sýnir að við þurfum meiri segulmögnunarstraum þegar við erum með spanálag. Það er í rauninni þetta sé ekki hérna sjáum við ef að kósis phi er 1, þá þurfum við aðeins að auka við segulmögnunarstrauminn, það er þegar við erum raunálag. Hérna er málstraumurinn hérna á þessum ás hér og þetta er segulmögnunarstraum hér. Og ef við erum með spanálag þá sjáum við það að þá þurfum við að auka segulmögnunarstrauminn mikið meira eftir því sem að álagstraumurinn eykst. Það þurfum að auka segulmögnunarstrauminn. Hins vegar þurfum við að draga úr segulmögnunarstraumum ef við erum með rýmdarálag. Og sjáum við það að kósis phi hérna er mínus eitthvað 0,8. Þá þurfum við að draga úr segulmögnunarstraumnum og það því að það er rýmdarálag, þar er straumurinn á undan spennunni og það hjálpar til við segulmögnun pólhjólsins eins og ég sá áðan. Við getum aðeins lesið það út úr þessari mynd. En
Þannig að þetta svona aðeins til þess að útskýra af hverju þarf meiri segulmagnastraum við spanálag. Þetta þurfum við bara svo að rifja upp kannski seinna, en í byrjun kaflans þá farið í þessa flokkrafvéla og það gert ráð fyrir að við skoðum það einhvers staðar hérna. Jú, það stendur hérna flokkun rafvéla og svo vinnamóta rafmagns. Það kannski gott að við byrjum að því að athuga hérna með upprifjunina á þessum þáttum spani, riðspennu og sínusbylgju, að varðandi stærðfræðina þá ágætis efni sem að ég hef verið að nota í 453 sem við getum litið á, en ég ætla að fara hérna fyrst í spanið, upprifjunina á spaninu, riðspennunni, sínusbylgjunni, hámarksgildinu, augnablikksgildi, virkgildi. Þetta þurfum við að hafa allt á hreinu hvað þýðir. Þannig ég ætla að líta á það fyrst hérna, og það hérna þá fyrst með spanið. Að þetta lærðum við fyrst í 200 áfanganum. Span getur myndast á 3 vegu. Það að hreyfa leiði í segulsviði, það eins og í jafnsumsrafali. Í öðru lagi að hreyfa segulsvið fram hjá leiðaranum, eins og í riðstraumsrafala. Og í þriðja lagi að þá spanast spenna í breytilegu segulsviði. Það eins og í spenni, þar sem að við erum með riðspennu á forvafi spennisins, þá myndast í rauninni breytilegt segulsvið í kjarnanum, í spenninum, og við það spanast upp spenna í eftirvafi spennisins. Og það þessi 3 atriði hérna, hvernig spanið getur myndast á 3 vegu. Og í þessu hér þá hérna hvernig riðspennan haga sér, þá getum við skoðað í rauninni svo sjá, þar við vorum með hérna þessa mynd hérna, já, þar sem að straumurinn streymir fram og tilbaka í rásinni, það riðspenna, og hún getur myndast til dæmis ef við erum með svona riðstraumsrafala þar sem við snúum spólu í segulsviði. Og það getur sagt að ef að spólan snýr í A myndinni hérna, ef hún snýr svona, þá erum við með lága spennu út í rauninni, en af því að við skerum lítið af segulsviðs kraftlínum hérna. Hér erum við með vísin á mælinum í 0, en í mynd B þar erum við komin með fullt útslag hérna, eða nokkurn veginn til vinstri, þar sem að við erum með breytingu á segulkraftlínu fjölda í hámarki. Og svo höldum við áfram yfir í þessa stöðu hérna á spólunni, þá erum við með litla breytingu og þá fer mælinin aftur í 0, og síðan erum við komin með spóluna í þessa stöðu hérna í D, þá erum við aftur komin með vísin á mælinum í hin áttina. Þannig að það þýðir það að við erum komin með riðspennu, og við sjáum það að í spólhlið 2 þá straumur hérna út úr blaðinu í mynd B, en í spólhlið 2 hérna, sömu spólhliðinni, þá erum við komin með gagnstæða straumstefnu. Straumurinn fer inn hérna, við sjáum á eftirvörinni hérna í spólhlið 2 í mynd G, en í mynd D þá fer straumurinn hérna út úr myndinni. Við sjáum í örina hérna.
þið lærðu á þessar tákmyndir af straumnum í 200 áfanganum í 14 kaflanum. Þar lærðu á þetta hér. Þannig að við sjáum það með því að snúa spólu í þessu segursviði, þá myndum við riðspennu. Og sem sagt, við erum að tala hérna span, riðspennu, sýnisbylgjuna, og við skulum skoða þá hámarksgildi og það saman. Við sjáum hérna á þessari mynd, það hámarksgildið, það UM, það merkt hérna hámarksgildið. Þetta hérna, hvað er hámarksgildið, max, hvað er þetta oft? Og hér væri þá til dæmis straumurinn í max. Þetta væri straumurinn í hámarki. Hérna, svo þurfum við að vita fleiri gildi eins og virkagildi riðspennunnar. Sjá. Og líka augnabliksgildi. Við höfum skilgreiningar á þessu öllu saman, en við getum fundið augnabliksgildið á spennunni við ákveðna gráðufjölda hérna. Sjáum, hér byrjum við í 0 og hérna endum við í 360 gráður. Hérna frá hingað er 360 gráður. Hérna frá hingað er 180 gráður. Og við getum fundið við ákveðina gráðum hvað spennan er hérna. Hérna er það max hérna. Við notum sem sagt hámarksspennuna til þess að margfalda með sinnum sínusinn af hotninu til þess að vita nákvæmlega hvaða gildi er í því augnabliki. Og ef við hérna skoðum fyrst 10 gráðurnar, þá getum við fundið það, og við með sér til þess að finna hámarksgildið, þá getum við margfalda með rótina 2 sinnum virkagildið, sinnum 230 watt. Ef við hugsaum okkur það, að það væri virkagildið spennunnar, þá getum við fundið það út. Þetta er eitthvað við finnum það er hérna 325 watt. Til að veist vegna þess að við 90 gráðunar hérna, þá erum við með akkurat hámarksgildið. Þá erum við með 325 watt. Síðan við til dæmis 135 gráður, akkurat hérna megin við, þá getum við hitt á spennu sem er akkurat sama gildi og virkagildi riðspennunnar. En það er bara tilvíðun. Það er bara augnabliksgildi við 135 gráður. Síðan ef við förum þetta lengra, við erum niður í mínussvæði hérna, þá getum við til með tekið 250 gráðar, þá erum við með mínus 305 volt. Þannig getum við bara fundið til dæmis hvað þetta hérna skerst, þá erum við bara að vita hvað gráð þetta skerst. Við höfum líka fundið á sveiflusjá hvað tíman líður hérna og breytt tíman við gráðfjölda, því að við veitum það að ein sveifla hérna eru 20 millisekundur og 20 millisekundur eru 360 gráður. Og þá getum við skalað það upp og margfaldað tíman sem 20 millisekundur deilt með þá 360 gráður til þess að finna akkurat gráðfjöldan á þessu augnabliki og fundið þá hvað spennan er akkurat þar sem þetta skerst. Þannig getum við fundið augnabliksgildið. En svo eru sem sagt eins og þið munið úr hérna 200 áfanganum, þá myndaðist spennan hérna þegar að eftir sem við skáruð sem sagt meira af segursviðsbreytingin var meiri, þá hérna spanaðist hærri spenna upp. Þess vegna fór spennuferillinn hérna upp og þannig þegar við snérum henni í heilan hringa þá fengum við að lokum alveg sínusbylgju hérna fram. Og hérna höfum við
dæmi það að við erum með aflið á tvöfaldri tíðni miðað við spennuna. Hérna erum við með spennu og straum í fasa og ef við margföldum saman spennu, mínuspennu og mínusstraum þá fáum við plús, af því að mínusinnum mínus gefur okkur plús, þá fáum við plúsafl, skiljið. Þetta er, þannig að þessum erum við alltaf með jákvætt afl þrátt fyrir að bæði straumur og spenna sé í mínus, en ef við fáum fasvik þá fáum við neikvætt afl. Og það eigum við eftir að skoða betur allavega þá í næsta áfanga, kannski ekki endilega í þessum. Svo tölum við vektoramyndir, við þurfum að rifja það svolítið upp og skoðum það frekar þá með þegar við förum að vinna með vektoramyndirnar í dæmunum. Þannig að ég er búinn að fara yfir í, skoðu náttúrulega sínusbylgjuna sem við erum búin að skoða þarna og riðspennuna, spanið, hámarksgildi, augnabliksgildi og virkagildið. Spurning með virkagildið, skilgreiningun á því. Virkagildi riðspennunar er jafnt spennugildi sem að gefa sömu hitaorku ef báðar spennurnar eru tengdar jafn stórum viðnámum. Þetta er skilgreiningin á virkagildi riðspennunar. Stundum við þetta kallað RMS, root mean square gildið. Þetta er merkt svona stórt virkagildi riðspennunar, AC, það er riðspenna, 2, þetta er eftir að spenna á spenni. Getur líka verið mest svona. En allavega, þetta er skilgreiningin á virkagildinu. Þannig að þá erum við búin að fara í það. Ok. Svo þurfum við að fara aðeins yfir flokkun rafvélana. Rafvélar, þær flokkast í riðstraumsvélar, jafnstraumsvélar og síðan smærri tæki eins og skrefmótara og slíkt sem að notaði í vélmennum og slíku. Riðstraumsvélarnar, það er skiptast í spennubreita og samfasavélar og ósamfasavélar. Og samfasavélarnar, það er það sem er eins og rafvélarnar sem við erum að nota. Það skiptast í 1 eða 3 fasa rafala og síðan í 3 fasa mótora. Ósamfasa vélarnar, það eru sleiturhringjamótorar og hins vegar skammhlaupsmótorar sem að skiptast síðan í 1 fasa mótora og skammhlaupsmótora, hins vegar skuggapólsmótora. Og síðan eru 3 fasa skammhlaupsmótorar, þeir eru náttúrulega algengastir. En það er líka til samfasa, 3 fasa mótorar. Þeir eru þá með hjóli rótor sem er bæði með skammhlauptum snúð og líka pólhjóli. Þannig að þeir geta náð upp á samfasa hraðan og elt hverfisegulsvið. En sem sagt að samfasavélarnar, það eru eins og þessar vélar sem við erum með hérna í gangi, eins og sem eru með svona póla sem að keyra eftir og framleiða til dæmis eins og samfasavélar eins og rafalar, þessir rafalar sem að framleiða riðspennu, að það eru samfasavélar. Og við gætum látið svona rafala vinna líka sem samfasa mótora, því að þá eru bara að taka til sín afl, kannski að snúa einhverjum dælum í leiðinni og við gætum þess vegna yfirsegulmagnað á og leiðrétt fasvik með þeim. Þannig að yfirsegulmagnaðir mótorar, þeir eru notaðir til dæmis til þess að framleiða launströmmin á netið sem er á undan spennunni, þannig að það virka eins og þéttar. Það er þetta
leiðrétta fasvik með hann. En við sjáum hérna aðeins munin á hæggengum rafölum, sem sagt á rótornum eða snúðunum, að hann byggður með svona póla, eins og þessa hérna 4 póla, eða þetta 2 pólpör hérna, annars vegar þetta hæggengur rafali, og hins vegar hraðgengur rafali. Hann með pól hérna, og en í svona vindingana hérna inn í ákveðnum raufum hérna í pólhjólinu. Þannig að hann bara 1 pólpar, og þetta getur verið pólhjól úr til dæmis sem sagt rafala sem er við túrbínu, sem sagt gufutúrbínu, snýst mun hraðar heldur en hæggengur vassvélar rafali. Þetta munurinn á þeim. Og ef við skoðum hérna til dæmis þessi snúður hérna, þetta sem sagt pólhjól úr eldri gerð af rafala, og hér sjáum hérna sleiturhingina hér, 2 greinilega, þá eru pluss og mínus sett hérna í gegnum kol inn á sleiturhingina, og hérna sjáum við 4 póla, við skiptist á norðurpól, suðurpól, norðurpól, suðurpól. Þannig að þetta eru 2 pólpör, og það fer jafnstraumur þessar leiðar til þess að búa til segulpóla, eins og þetta ekkið úr 200 áfanganum. Við þurfum að jafnstraum til þess að vera með fasta segulpóla. Og hérna sjáum við hins vegar pólhjól úr þriggfasa rafala. Við förum náttúrulega betur í þetta hérna, en oft þá eru rafalar útbúinir með sísegul rafala, permanent magnet generator stator hérna fyrir utan þetta, og hérna sjálfu síseglandir hérna fyrir innan, og þannig að þetta permanent magnet generator rotor. Þetta það sem að snýst. Það snýst sem sagt þá innan í þessum stator hérna, þannig að hérna þriggja-fasa þriggja-fasa sátur sem að gefur okkur afl inn á spennustýringu, sem gefur okkur segulmagnsstraum inn á, sem jafnstraumur inn á þessa segulpóla hér sem að verða í húsi rafalans, og það gefur okkur síðan segulorku inn á hjólið, sem að við getum séð svona sjá hvað það hérna fyrir innan, en ég ætla að finna hérna betri mynd af þessu. Það er hérna mynd sem að sýnir okkur hérna. Þessi mynd hérna af þessu hluta hér, þetta fyrir innan þessa segulpóla sem í húsinu. Þetta snýst, og þetta segulmagnar rafalinn. Þetta þriggja-fasa vindingar. Verður til hérna þriggja-fasa rafmagn hérna inn í þessu, og það í rauninni það sem að við sjáum á þessari mynd hérna, og það þessi hluti hér. Það fer síðan inn á 6 díóður, og við sjáum í þessar díóður hérna sem tengdar hér er ein díóða, önnur hér og þriðja hér. Það eru þessar 6 díóður sem við sjáum á þessu hér. Hérna eru 1, 2, 3, 4, 5, 6 díóður, og þær tengjast síðan hérna með pluss og mínus inn á segulvöfin hérna fyrir aðal segulpólana á pólhjólinu. Og pólhjólið dregur nafn sitt af þessum segulpólum sem að þurfa fyrir segulmagn á rafalan.
þetta snýst hérna inn fyrir innan sátrið. Sátrið það sem að situr hérna fast, það þessi hluti hérna. Þannig að þetta hérna vafið sem skiptist í jafnmarga póla og eru í pólhjólinu og það býr til segulmagn fyrir sátrið sem að þessi hluti hérna Þetta hér myndast þriggja-fasa riðspennan hérna afbóti og þetta eru 3 fasar sem koma hérna út á rafalann. Spennan út á rafalann er mælt hérna frá oft hluti af spennunni tekin hérna inn til að vita hvernig staðan á spennunni út á rafalannum, því að það fer eftir hvað mikið álag á rafalannum sem að staðan á spennunni ef mikið álag, þá kannski lækkar aðeins spennun út og þá fáum við hérna afl frá þessum permanent magnet stator. Hérna myndast sem sagt rafmagn sem afl fyrir segulmögnunar stjórnunina hérna sem fer fram í spennustillinum og ef að spennan ætlar að lækka, ef að raungildið sem kemur hérna frá sátrinu, ef að það lækkar, þá fáum við hærri straum hérna inn á x og xx sem sagt x plus og xx mínus. Það fer hérna inn á þessa segulpóla sem að segulmagnar rafalann. Þessi þriggja-fasa vöf. Eftir því sem sterkari segul hérna í húsinu, þá fáum við hærri spennu hérna og meiri straum hérna sem afriðaður með þessum 6 díóðum hérna inn á pólhjólið. Og þessi díóð hérna, hún hefur eiginlega tvenns konar hlutverk. Þetta eiginlega teiknuð eins og senudíóða. Hún það að það komi of háspenna hérna inn á segul vöfin og líka, hún virkar líka eins og straumskipti díóð, þannig ef að lækkar hérna spennan til að hratt hérna frá þessu kerfi hér, að þá verður í rauninni þessi spóla, eða þessar spólur hérna í pólhjólinu, verða að spennugjafa og þannig að myndast plús hérna neðanverðu, þannig að þá hleypir þessi díóða sem kallast straumskipti díóða, hleypir þeim straum hérna og við heldur sem sagt straumnum hérna þegar við tökum á gangi, að þá smá saman hringrast þessi straumur hérna þar til að segulorkan úr pólhjólinu búin. Þá hefur hún þessi díóða það hlutverk. En þetta það farið miklu meira í þetta og dýpra í þetta kerfi allt saman í rafeindatækni 200, þannig að þetta og þá inn í stýrirásina á spennustýringunni hérna. En bara svona aðeins til þess að átta okkur á því hvernig þetta virkar, þá sem sagt aflið fyrir segulmögnunina og þannig að straumurinn búinn til dæmis frá Stanford rafalanum með þessum vöfum frá sísegul rafalanum, sem sagt frá sátri sísegul rafalans. Það kemur aflið fyrir segulmögnunina og það verður til straumur sem stýrður frá spennustýringunni og sem sagt búum til nægilega mikið segulsvið í þessum exciter stator hérna. Það myndast hérna norður og suðurpólar allan hringinn hérna í húsi rafalans sem segulmagna síðan þessi vöf hérna sem snúast fram hjá þeim segulpólum og þá spanast upp spenna og straumur sem síðan afriðaður hérna með þessu 6 díóðum og við fáum jafnstraum í gegnum allt pólhjólið og pólhjólið spanar síðan upp spennu hérna í sátrinu. Þannig þessi hringur. Ef að spennan ætlar að lækka hérna, þá skynjar spennudýringin það og sendir meiri straum inn á og sterkara segulsvið hérna, þannig fáum meira segulsvið hérna frá pólhjólinu og til þess að fá hærri spennu út af sátrinu.
og ef að spennan út á sátrinu ætlar að verða of há þá mælist það hérna inn á spennustýringuna og þá dregur spennustýringin úr segulmagnastraumnum sjálfkrafa og við það lækkar minnkar segulmagnastraumurinn inn á pólhjólið og það dregur úr spennunni út af rafalanum, út af sátrinu. Þannig er þessi hringrás. Nú, síðan sem sagt sjáum við hérna að við þurfum að kæla þetta. Hérna er kæliviftan hérna út á ásnum á sama pólhjóli sko. Þannig að þetta skiptist í rauninni á endanum er hérna sígsögurrafalinn, svo kemur segulmagnarrafalinn og síðan aðalrafalinn. Þannig að Stamford-rafali skiptist upp í 3 rafala. Þetta eru 3 rafalinn inn í einu húsi. Það er sem sagt sígsögurrafali fyrsta lagi, öðru lagi er það segulmagnarrafali og í þriðja lagi er það aðalrafali. 3 í einu stykki. Og þetta hérna er bara, þetta græna plata hérna er bara mynd af spennustýringunni. Gæti verið, við eigum hérna eina sem heitir E2 spennustýring sem getum skoða og þetta er bara diskurinn sem eru 6 díóður að afhýða 3 fasa spennu frá segulmagnarrafalanum fyrir segulspólurnar í aðal pólhjólinu. Og auðvitað geta þessar díóður bilað, það getur þurft að skipta þessar díóður eða eitthvað kemur upp á, til dæmis. Og svo framvegis. Þannig að hérna, við skulum skoða, fleira varðandi þetta. Aðeins, já, við erum búin að fara örlítið þá í sambandi við hvernig að rafalinn virkar. Ég er búin að aðeins að telja upp hérna flokkunina á rafvélunum. Virknina, jú, að hérna þegar við snúum þessum segulpól hérna fram hjá sáturvindingunum þá spanast upp straumur í þessum vindingi hérna og af hverju getum við fundið einhverja reglu til þess að sjá í hvað átt straumurinn myndi fara? Jú, við getum gert það með hægri handa reglu rafala. En það er þannig að þið lærðum aðeins í 200 áfókanum að ef helduð hægri hendinni við og setjum lófan þannig að segulkrafturnar fóru hérna inn í lófan og snúningurinn á pólhjólinu er í þessa átt hérna. Það er þessi ör hér sem sýnir það, hægri megin hérna við norðurpólinn. Þetta er snúningsáttin og það þýðir það að þá er gagnstæð sem sagt stefna þumallinn hann vísar á móti þeirri stefnu. Af því að þá vorum við að hugsa það að leiðarinn væri hreyfður þannig fram hjá hérna segulpólum, skiljið. Hvað er það bara að setja þumann upp í það að vera kross? Það var þetta hérna sko. Þess vegna fyrir nei, þetta var utan leiðar eða utan spól til að búa til norðurpól. Það er aðeins öðruvísi. Nei, þetta var hægri handa regla rafala aðmiðað við jafnstraums rafala. En þetta er kallið breytta hægri handa regla rafala vegna þess að við erum með vinstraums rafalan sem að fara segullinn sem er á hreyfingu. En sátrið er fast og það þýðir það að við þurfum að segja að við þurfum að eiginlega hugsa um það að ef að pólhjólið væri fast og húsið væri að snúast þá væri leiðarinn að færast í þess átt af því að pólinn, segulpólinn, hann er að færast á móti, skiljið. Þá er þetta kallað breytta hægri handa regla rafala. Þetta var í 14. kaflanum í 200 áfengar. Þannig að þetta passar straumurinn að fara þarna inn. Við erum að horfa á eftir straumnum með hann. Þannig getum við séð það fyrir okkur að þetta virkar alveg rétt. Þannig virkar rafalinn, hann býr til straum þegar að segulpóllinn er að fara fram hjá leiðarann þarna í sátrinu. Þannig getum við alveg sannað þetta fyrir okkur að þetta virkar svona.
Ok, og þessi rafali, hann hefur bara eitt pólpar og núna er mikilvægt að átta sig á því hvernig þetta virkar, þetta þessi hugtök sem við fáum hérna inn því að hérna, þau koma hérna og ég setti inn töflu sem að við förum í núna rétt á eftir en hérna er bara verið að segja frá þessari reglu sem við erum að sína ykkur hérna í þessum gula highlightaði texta hérna og ég var að segja ykkur þetta áðan, þá verðum við að hugsa okkur að pólhjólið standi kyrrt og sátöður hreyfist gegnt stefnu pólhjólsins, þannig þið eru með það en sem sagt þegar við hreyfum hérna einn hring pólhjólið þá myndast ein sveifla, þannig að við það að snúa þessu pólhjóli sem er eitt pólpar, það þýðir það sem sagt norður og suður er eitt pólpar, eitt norðurpól, eitt suðurpól, það köllum við eitt pólpar, ok, þegar það á skilgreiningu á hreinu að við þurfum að snúa heila hring til þess að fá fram sem sagt eina sínusbylgju, sem sagt eitt rið í riðspenninni. Hins vegar ef við erum með fleiri póla þá þurfum við ekki að snúa jafn langt. Við þurfum hérna að snúa tveggja pólpara mótor í 180 vélrænu gráður til þess að fá 360 rafmagnsgráður og síðan koll af kolli hérna. Ef við erum með þriggja pólpara rafala þá þurfum við að snúa honum sem sagt 120 vélrænar gráður til þess að fá 360 rafmagnsgráður og svo framvegis hérna ef við erum með 4 pólpara rafala þá þurfum við að snúa 90 vélrænar gráður til þess að fá 360 rafmagnsgráður. En sem sagt einn snúningur á eins pólpara rafala gefur okkur sem sagt 360 gráður og það sáum við hérna. Einn hringur gaf hérna 360 gráður. Ef við höfum sagt, þessa mynd hérna fyrir okkur, hún er hér líka, hér höfum við 4 póla, sjáu þið, einn norðurpól, suðurpól, norðurpól, suðurpól, 4 pólar. Þá erum við með sagt, 2 pólpör og einn snúningur á þessu pólhjóli gefur okkur 720 gráður og hérna hins vegar ef við erum með 3 pólpör hérna þá gefur það okkur 180 gráður og svo framvegis hérna. Ef við erum með 4 pólpör þá gefur það okkur 1440 gráður. Á hvað blaðsíðu þetta? Þessi tafla hérna er í efni og þetta er blaðsíða í bókinni sem ég er bara búin að bæta inn í. Þetta er þarna í riðspennusása eða í hérna segi ég rafmagnsæði 2 en þessi tafla er ekki í bókinni ykkar. Hins vegar er þessi tafla hérna undir efni á kennsluefnum. Það er hér. Þetta er töflur og skilgreiningar tákna, það er kaflinn sem það er í og hérna er tafla yfir póldeilingu og póla og síðan var ég búinn að gera aðeins stærri tafla póldeilingu og póla þannig að þið hafið aðgang að henni hérna. Já, búið að opna fyrir þetta allt saman hérna. Hérna er hún og hérna er líka spennukúrfan, ýmis gildi, þetta er hérna það sem ég var að fara í og hér er sem sagt á Excel-skjal þar sem að þið sjáu þessa töflu. Þið hafið aðgang að hérna
hún er hér sem sagt. Og rétt að klára sem sagt yfirferðina yfir það, þá þá getum við sagt líka að til þess að framleiða 50 rit þá þurfum við að snúa 1 pólpars eða 2 póla rafala 3000 snúninga á mínútu. Og rafali 2, þessi rafali sem að við höfum allt sjálfvirka stýringu á, hann er